Ég hef komið á fjallstindinn. Eins og allir þrái ég langt líf, langt lífi hefur sinn tíma. En ég er ekki með hugann við það núna, ég vil fylgja vilja Guðs. Og hann hefur leyft mér að fara upp á fjallið. Og ég hef hort fram af og ég hef séð fyrirheitna landið. Ég fæ mögulega ekki að fylgja ykkur þangað, en ég vil að þið vitið í kvöld að við sem samfélag munum ná til fyrirheitna landsins. Þessi orð mælti presturinn og baráttumaðurinn fyrir mannréttindum, Dr. Martin Luther King Jr. þann 3. apríl 1968, kvöldið áður en hann var myrtur. Fjallið sem ræðir er Nebófjall og vísunin er í spámanninn Móse sem lítur í lok Mósebóka yfir til fyrirheitna landsins, en andast sjálfur áður en þjóðin kemst þangað inn. Ræður King eru fullar af vísunum í Biblíuna og sér í lagi söguna af Móse og burtförinni úr Egyptalandi, vegna þeirrar samsömunar sem þrælar í Bandaríkjunum fundi við þá sögu. Líkt og Móses leiddi þræla úr Egyptalandi, leiddu þau sem börðust frelsisbaráttu í þrælastríðinu svarta úr þrældómi og baráttumenn fyrir réttindum þeirra þá undan aðskilnaða stefnu. Loka ræða hans heldur áfram með orðunum: ef hinn almáttugi segði við mig, Martin Luther King, á hvaða öld vildir þú helst lifa? Þá myndi ég fara í huganum til Egyptalands og myndi sjá börn Guðs og frelsisför þeirra úr myrkum dýflissum Egyptalands. Eða frekar í gegnum Rauðahafið, í gegnum eyðimörkina og að fyrirheitna landinu. Sagan af Móse er sú saga sem gengur í gegnum Mósebækurnar, frá þeirri annari sem hefst með þrælahald í Egyptalandi til þeirra 5. sem endar á Nebófjalli er Móses lítur yfir fyrirheitna landið. Sagan segir frá Móse sem var settur í táakörfu af móður sinni og bjargað af prinsessu Farós, og þaðan kemur nafn hans. Móses elst upp við egypsku hirðina og í forréttindablindu í vellistingum sem þjóð hans naut ekki. En þegar hann sér þann órétt sem Egyptar beita þræla sína, gerir hann uppreisn. Fyrst gegn einum þrælahaldara sem sló hebreskan mann og síðar með því að ögra sjálfum Faraó. Köllun Móse bar til við brennandi runna og röddu sem sagði við hann: farðu nú af stað, ég sendi þig til Faraós. Leiddu þjóð mína út úr Egyptalandi. Þegar Móses mætir Faraó segir hann í nafni Guðs: leyfðu þjóð minni að fara. Og það eru orð sem Martin Luther King hafði yfir þegar hann tók við friðarverðlaunum Nóbels árið 1964. Leyfðu þjóð minni að fara. Þegar Faraó neitaði, sendi Guð plágur yfir landið. Þeirra síðust var sú að sérhver frumburður í Egyptalandi myndi deyja, frá frumburði Faraós sem situr í hásæti sínu til frumburðar ambáttarinnar sem situr við kvörnina, ásamt öllum frumburðum búfjár. Þau sem smurðu dyrastafi sína með blóði lambsins voru óhult, því dauðinn fór framhjá. En þaðan er orðið páskar komið, orðið Pesach merkir að fara framhjá. Móses leiðir í kjölfarið þjóð sína út úr ánauð og í gegnum Sefhafið, þar sem hafið klofnaði svo þeir gátu gengið á þurru, en vatnið stóð eins og veggur þeim til hægri og vinstri handar, á meðan vatnið féll yfir Egypta, hervagna þeirra og riddara. Þá leiddi Móses þjóð sína í gegnum eyðimörkina, fékk boðorðin 10 á Sínaífjalli og komst loks á leiðarenda eftir 40 ár í eyðimörkinni. Blessunarorð Móse til þjóðar sinnar þekkja flestir: Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Boðskapur frelsishreyfingar svartra vestanhafs, frá þrælastríðinu til Black Lives Matter, hefur verið samofinn stefjunum fátækt og aðstöðumun, og það sama á við Martin Luther King.
Í síðustu bók sinni skrifar hann: bölvun fátæktar á sér enga réttlætingu á okkar öld. Hún er jafn félagslega grimm og blind og mannát var við dögun okkar siðmenningar, þegar menn átu hvern annan vegna þess að þeir áttu ólært að rækta mat úr jörðu eða veiða úr dýraríkinu. Tíminn er kominn til að við siðvæðumst með því að brjóta algjörlega og samstundis af okkur hlekki fátæktar. Fátækt er enn staðreynd og þrælahald er útbreitt allan heim. 50 milljónir búa við aðstæður sem Sameinuðu þjóðirnar skilgreina sem þrælahald, börn og konur í meirihluta. Það er auðvelt að eftirláta Móse og Martin Luther King spámanns hlutverkið. En þó sögur þeirra lifi áfram, nýtur þeirra ekki við í okkar samtíma. Ábyrgðin er því nú okkar að berjast gegn fátækt og þrælahaldi, hérlendis sem erlendis, því ef við gerum það ekki, mun ekkert breytast. Það hefur sagan kennt okkur. Sagan af Móse er saga af manni sem horfðist í augu við eigin forréttindablindu, við egypsku hirðina, reis upp gegn ranglæti og kúgun, bauð voldugasta manni síns samtíma byrgin og leiddi þjóð sína til frelsis. Ég vil fylgja vilja Guðs og hann hefur leyft mér að fara upp á fjallið og ég hef horft fram af og ég hef séð fyrirheitna landið.